Ég kem heim í Búðardal, bíður minn brúðaval og alveg hrikalega fallið opin svæði víðsvegar bæinn. Þökk sé Svavari Garðarssyni sem engin venjulegur íbúi í Búðardal. Árið 2010 fékk hann hugmynd að einstaklingar og félagasamtök gætu sótt styrk til sveitarfélagsins til að fegra umhverfið sitt. Jóhannes Haukur, oddviti Dalabyggðar, sagði okkur frá þessu stór skemmtilega verkefni. Já, þetta sem sagt verkefni sem hófst 2012. Við fengum bréf frá Svavari Garðarssyni, íbúi hér í Búðardal, sem nefnir þann möguleika hvort að sveitarfélagið sé tilbúið að taka frá ákveðna fjármuni á fjárlögum hvers árs sem að fólk getur sótt í, sem að vill fegra bæinn. Og það þá háð því skilyrðum að fólki sjálft eða einstaklingarnir leggi fram vinnuna, en sveitarfélagið styrki með því sem þarf til dæmis þökum eða málingu eða vélavinnu eða þvílíku. Sem svona efniskostnaður eða svoleiðis. Já. Og við tókum mjög vel í þetta og í maí 2012 þá voru samdar reglur þetta sem tóku gildi þá og strax sama ár þá byrjuðu þessi verkefni. Já. Og þau eru orðin í dag 2017 hátt í 40. Og þetta gildir fyrir alla íbúa, ekki bara þennan mann sem átti hugmyndina að þessu? Nei, þetta gildir fyrir alla og það hafa verið verkefni hér í sveitunum og alls konar. Þó að hann hafi kannski framkvæmt eða gert mest og sótt flest verkefni þá tölvöld margir aðrir sem hafa líka gert það. Já, ég sá það að stundum hafa kannski verið 7 verkefni í gangi og 5 af þeim eru aðrir aðilar út í bæ. Já, það það sem svo gleðilegt að það var fleiri hoppað á vagnin og séð að það var ýmislegt hægt að gera. Þá fer fólk kannski líka að horfa eins meira í nær umhverfið og skoða hvort það sé kannski eitthvað sem það geti gert auðvitað í kringum sig. Já, nákvæmlega. Menn hafa kannski farið að horfa, já, eins og segir nær umhverfið, kannski sitt eigið umhverfi og fundið eitthvað sem langaði að gera. Og fengið þarna möguleikann að gera það það kostaði það mikla peninga. Og verkefnin geta verið alls konar, frá þökulagningum upp í skúlptúra og málningu eða hvernig? Ef að verkefnin eru samþykkt af sveitarstjórn, þú leggur inn umsókn að gera þetta og það kosti þetta sirka og ef þú farið það samþykkt þá bara getur þú framkvæmt það. Einhver áhersla hjá ykkur á okkur sérstakt? Nei, við höfum ekki verið að skipta okkur neitt af því, heldur leyft bara öllum hugmyndum að koma inn og svo bara skoðum við þær. En flest öll verkefni hafa fengið brautargengi. Stundum hafa peningarnir klárast en þá hafa þau bara farið yfir næsta ár. Ákveðnum fjármunum á hverju ári veitt í þetta? Já, það ákveðin upphæð á hverju ári. Já. Sem hefur oftast dugað. Stundum höfum við meira þess að bætt í en ef við vantar lítið upp þá höfum við bara aukið það. Eru fleiri bæir sem eru með eitthvað slíkt fyrirkomulag, veistu það? Ég hef ekki heyrt það. Ég bara veit ekki til þess. En í raun gæti hvaða sveitarfélag sem fyllt ykkar fordæmi og boðið íbúum að gera þetta? Sjálfsögðu, ég held að þetta sé mjög sniðug leið til að virkja íbúa með og þessi verkefni sem fólk vill endilega gerist strax að þau geti þá gerst strax og án allt of mikil kostnaðar fyrir sveitarfélagi. Ég sá líka svona félagasamtök, eða ekki, þau geta líka sótt í þennan sjóð til að fegra bæinn. Já, Garðyrkjufélagi hefur sótt í þennan sjóð og fengið úthlutun og eldri borgarar. Íþróttafélagi ÖTN núna laga íþróttavöllin fyrir ofan. En það ekkert vandamál. Þetta ekki leiðilegt að þetta búið að drepa svona vinnustaðatuð, svona kaffituð yfir kaffihjölni? Hvað þetta tuða þá ef maður getur bara sjálfur laga þetta? Það alltaf eitthvað. Það aldrei vandamál með það, aldrei hörgull á því. Það náttúrulega, sveitarfélögin náttúrulega alltaf að berjast við að nýta krónuna sem best. Og það má alltaf deila hvað gert og í hvaða röð. Þannig að þetta allavega bæti við þessari vídd að það hægt að fara þessa leið líka. Svona með smerri verkefni. Ég heyrði nú á íbúðum að þau eru þessi mikinn mun á þessum 5 árum síðan að þetta verkefni var tekið í gagnið að þeir sæju mun á bæjarfélaginu. Já, það mikill munur. Þetta búið að gjörbreytast og öll ásýnd bæjarins hefur breyst mjög mikið. Og það líka svo gleðilegt að fólki sjálft fara að taka ákvörðun það hvað á að gera. Ekki bara við sem sitjum í sveitunum, við sjáum oft ekki neitt hvað það á að gera. Það helst íbúðirnir sem sjá þetta. Og kannski maður fyndið að segja að Svavar Garðarsson sem nú aðal upphafsmaðurinn af þessu og hefur verið duglegastur í þessu að hans orðatiltæki fleiri hafa augu en ernir. Húmar að kveldi hljóðnar dagsins í